Komið sæl. Það nú svona til þess að gera rólegt veður hjá okkur næstu daga en því veldur þessi svona tvíburahæð hér suður á landinu og þær verða hérna svona rúmlega næsta sólarhringinn eða svo. Þessi lægð hér suður af Labrador og hún gerir ósköp lítið. Hún ætlar að síga hérna niður á við og sjáum við aðra hérna allra vestast yfir Bandaríkjunum. Hún mun elta hérna vestan við Grænland og svo koma þær yfir Grænlandsjökul svona við Scoresbysund og þar norðan við, þannig að það fer að koma svona, það bætir svolítið í vindinn, sérstaklega annað kvöld og verður býsna hvasst á norðanverðurlandinu en mun hægara veður þá hérna syðra, en það verður lítil sem engin úrkoma með þessu og það verður léttskýjað fyrir austan en einhverjir dropar hérna vestan til. Á hitasviðinu þá erum við á býsna svipuðu slóðum og það litlar breytingar að sjá. Þetta svona yfirleitt svona frá frostmarki og upp í kannski 6-7 stig hitinn hjá okkur og í raun ósköp litlar breytingar að sjá. Aðalhlýjindi liggja hér vestan við Grænland og nú erum við farin að sjá hérna þar vestan við í lægðina sem svona dælir hlýjindunum þar upp eftir. En hæðirnar hins vegar blokka svolítið að það komist hlýjalofti til okkar. Ef við lítum þá á þróunina hérna hjá okkur í kvöld, nótt og í fyrramálið, að þá svona frekar skýjað. Það gæti verið svona viðlóðandi þessi þoka hérna á Faxaflóa eins og hefur verið í dag og í síðastliðna nótt, en hún nú óttalega grunn og getur nú brotnað upp ef það kemur bara örlítið meiri vindur en vel bjart hérna fyrir austan og á Suðausturlandi. Þannig á hádegi á morgun gæti á staðan verið þessu lík, að það væri þá frekar bjart hérna á Norðausturlandi og svona skýjað með köflum annars hérna suðaustan til, en yfirleitt svona skýjaðara en líklega þurrt hér landi vestanvert. Og þá þróunin áfram þá yfir til gamlársdags og við förum þá fram á hádegi á gamlársdag, sjáum hvernig hvessir hér fyrir norðan annað kvöld og aðfaranótt gamlársdags og það kemur einhver væta svona með þessu, en þetta nú ekkert stórar tölur og svo þegar það fer að nálgast hádegi á gamlársdag þá snýr vindurinn sér og lægðin komin hér austur fyrir land og það svona norðan strengur hér yfir og hann þá einkum hérna allra austast, svona norðvestan strengur, en hér landi vestanvert léttir til og dregur talsvert úr vindi, þannig það ágætasta veður eiginlega allan gamlársdag hjá okkur, en það verður éljagangur á norðausturhorninu og eitthvað hér suður með, en þetta svo sem ekki mikil úrkoma og ef við lítum þá á þróunina sem fram á gamlárskvöld að þá þetta í raun að það dregur úr vindi og úrkomi þegar líður á daginn, áfram bjart hérna vestast, þannig að á miðnætti gæti það staðan verið eitthvað þessu lík, vel bjart svona mest allt land, einhver svona smá skýja slæða hér yfir Vestfjörðum og hérna austan til, en þetta svona mest kannski miðský, lítið lágský en eitthvað kannski meira háský sem að trufla nú líklega flugelda elskendur lítið. Hitinn svona víðast hvar frostmark við ströndina, þó viðbúið að geti verið svolítið frost eins og við sjáum hér á Blönduósi 5 stiga frost, en það ef að svona kalda lofti ofan á hálendinu nær að leka niður og það kælir svolítið. Á nýársdag að þá breytileg átt á landinu, hún víðast hvar frekar hæg, einhver éljagangur, svona éljamugga hér á norðausturhorninu, en aðeins fara að þykna upp hérna allra vestast en ekkert sem heiti getur. Og á föstudaginn þá gert ráð fyrir að það verður norðanátt hérna austan til með einhverjum éljagangi, en yfirleitt hæg norðlæg eða breytileg átt og léttskýjað á suðvesturhorninu. Ef við færum okkur þá yfir til Evrópu að þá svona þokkalegasta veður, hæðin hér yfir Skotlandi og lægð hér langt austur í Evrópu, en það svona skúraleiðingar éljaloft svona nokkuð víða, ekkert sérlega mikið kannski en svona nokkuð víða, sérstaklega hér við Miðjarðarhafið. Hitatölurnar þykja nú ekkert sérlega háar, svona kannski upp undir 15 gráður, þar sem best lætur. Íberíuskaginn þó bjartari og aðeins hlýrri svona heilt yfir, nema þá hérna kannski við norðausturströndina, það svona smá úrkomubakki. Kanarí á morgun í raun í róleita veðri, léttskýjað og hiti svona öðru hvoru megin við 20 gráðurnar. Og ef við lítum síðan vestur hafa þá þessi myndarlega lægð hér, hún ýtir hérna köldu lofti og einhverju úrkomu hérna dálítið niður í norðurríki Bandaríkjanna. Vesturströndin nú yfirleitt þurr og fín og eins það maður að segja hér við Suðurríkin að þau björt og falleg. En hitatölurnar svona frekar í kaldari kantinu, þú ert að vera komin svona sunnulega hér á vesturströndinni og eins til Flórida til að komast eitthvað yfir 20 gráðurnar. En við látum þetta gott heita í kvöld, verið þið sæl.